Landspítalinn að uppfæra verklag sitt til að taka á móti sjúklingum með blæðandi veiru heita sótt að borð við ebólu eða aðra slíka sjúkdóma. Og við eigum verklag sem komið til ára sinna og það bara komið tími á að uppfæra það. Við erum með aðstöðu á B1 sem var opnuð í febrúar á þessu ári, þar sem þetta komið með sjúklinga beint að utan og inn á deildina. Varðandi verklag og fræðslu og þjálfun og starfsfólki þá horfum við til Noregs og fengum mjög góða innsýn í það hvernig við getum stutt okkar starfsfólk í að taka á móti sjúklingum með þessi alvarlegu veikindi. Við vorum 4 hjúkrunarfræðingar sem fórum til Ullevål sem háskólasjúkrahús í Oslo og við fórum þar 2 hjúkrunarfræðingar frá A7 smittsjúkdómadeild og 2 frá sýkingavarnadeild Landspítala og við fengum að fylgjast með svona hermuþjálfun þar sem við verið að æfa bara allt verklag í kringum það að taka á móti sjúklingum sem eru með mjög smitandi sjúkdóma eins og til dæmis ebólu og þetta verulega svona eining sem útbúin fyrir svona viðbragð og Landspítali að vinna í að útbúa verklag svo við getum tekið á móti svipuðum sjúkdómum. Fyrsta daginn kom bara sjúklingur inn, dagur 2, þá var hann svona kannski aðeins svona smá veikur, einhver einkenni og starfsfólk legudeildarinnar var að sinna sjúklingnum þá. Á degi á næsta dag þá var hann orðinn bráðveikur og þá var kallað í svæfingu og gjörgæslulækna, þá þurfti að intúbera sjúkling líka og síðan á síðasta deginum þá var sjúklingurinn batnað og þau voru að losa hann úr einangrun. Þannig þetta svona stigvaxandi eftir því sem leið á veikuna og mismunandi aðilar sem komu að. En við vorum að fylgjast með þessum æfingum og við fengum að vera með talstöðvar og hlusta á samskiptin sem voru oft mjög svona sleiðrótt og sem við höfum bara reynsla úr COVID hérna líka. Við vorum þá með talstöðvar líka þannig að maður svona þekkir þetta aðeins með samskiptin og inn í göllunum líka það eru svona filterar sem hreinsa loftið og ákveðin loftskipti sem fara á stað og þá ef þú hækkar loftskiptin þannig að þú fá meira súrefni að þá var meira suð inn í gallanum þannig að þessi samskipti voru svolítið krefjandi saman bara í gegnum allt einhvern veginn. Við skiptumst alltaf að vera 2 inn og 2 frammi og ég var ásamt öðrum hjúkrunarfræðingi inni þegar það vantaði að kalla í lækni og það tók alveg korter fyrir læknin að klæða sig í að koma sér inn. Þannig að það allt viðbragð tekur alltaf tíma líka. Það alltaf allavega 2 hjúkrunarfræðingar hjá sjúklingnum í einu. Þegar starfsfólk fer út þá þarf að fara í svona virkonsturtu þar sem það fer inn í svona lítinn geimi þar sem það fer í sturtu, starfsfólki fer saman. Þannig að við fengum að klæða okkur í og klæða okkur úr og prófa þessa sturtu sem var mjög svona athyglisvert og skemmtilegt að prófa. En við fórum í sturtuna og þá eru svona litlir svona úðar út allt inn í sturtuna á hliðunum og fyrir ofan og við erum raunverulega bara að snúa okkur og baða okkur í virkoni sem náttúrulega mjög ertandi fyrir húðina en við vorum samt í sturtu þannig að engin leki á búningnum þannig að við finnum ekkert fyrir því og svo látum við það standa í smá stund og svo förum við í sturtu og svo förum við út. Og það raunverulega enginn sem við megum ekki klæða okkur úr sjálf, við þurfum bara að standa svona og svo bara klætt okkur úr. Bara upp af því að mesta hættan á smiti þegar við erum að fara úr fatnaðinum. Eins og þá höfum við ekki svona flotta deild eins og úti í Noregi en það verður á nýja spítalanum og þannig að við þurfum bara að skoða aðstæðurnar okkar hér, hvernig við ætlum að taka á móti sjúklingum, hvar við ætlum að hafa þá, hvernig við ætlum að sinna þeim og þetta allt núna bara komið á fullt. Þó við vonumst ekki til þess að við þurfum aldrei á þessu verklagi að halda að þá verðum við að vera tilbúin. Við verðum að geta tekið á móti einstaklingum með smitsjúkdómum með alvarlegar afleiðingar. Það búin að vera fókus á þetta mjög lengi og við eigum verklagsreglur sem eru aðeins komnar til ára sinna og eru í endurskoðun og bara með að við breytt húsnæði og aðstæður og svona þá verðum við bara vera tilbúin og vera up to date.